Jæja, þá verður svo að ljúka. En áður en við klárum þetta, þá skulum við svona átta okkur aðeins á stöðunni. Námskeiðið heitir Úr skuldum í jafnvægi. Það er svona megin áherslan er þar og til þess að komast úr skuldum í jafnvægi þá þurfum við að byrja á því að uppgötva stöðu. Og það gerðum við með því að fylla út í eyðublaðið og við það komumst við upp á næsta steg sem heitir þá að skoða sig í stöðunni og þar ákváðum við hvað við ætlum að skera niður og hvað er mikið eftir fyrir mat, hvað er mikið eftir fyrir þess að greiða vanskilin, að uppgötva stöðun og sjá hvað möguleika við eigum til þess að komast í lag. Og svo þegar við erum búin að því þá smíðum okkur einhverja aðgerðaáætlun og byrjum að reyna að aðlagast. Hvaða breytingar getum við gert og reyna að gera breytingarnar þannig að fjármálin, burtséð frá vanskilum, gangi frá mánuði til mánuði, frá degi til dags, þannig að eigi fyrir mat og nauðþurftum og helst eitthvað meir. Við erum bara að horfa á það, að fá lífið til þess að ganga miðað við núverandi aðstæður, miðað við að sé ekki vanskil. Og þetta þarna, það sem þið eru búin að ákveða þarna, skilja eftir fyrir mat, þið þurfið það, börnin ykkar þurfa heimili, börnin ykkar þurfa leikskóla, börnin ykkar þurfa leikjanámskeið og eitthvað, þið þurfið að sjá til þess að þið séuð að búa til líf handa ykkur sjálfum. Og síðan, þegar það er orðið ljóst hvað þið þurfið á mánuði og hvaða hegðun tryggir það að þið séuð ekki að búa til ný vanskil, það séuð að tryggja það að þið séuð með þennan grunn, öruggan, þá förum við hérna upp á 4. þrepið, þar sem við tökum ábyrgð á því að koma vanskilunum í lag. Þannig að þetta hætti að vera vanskil og því séum við fjármál sem er ekki vanskil. Og sumir ykkar eru bara með mjög einfalda stöðu. Eina sem þið þurfa að þið eru með nóg fyrir mat og svo er ykkur afgangur. Og þið þurfa bara að nota þennan afgang til þess að borga vanskilin. Borga 10.000 krónur í skattinn, það tekur 7 mánuði, borga þetta í þetta og búið til einhver svona áætlun. Og svo þurfum við bara að fylgja henni þangað til að vanskilin eru uppgreidd. Þetta er svona einfaldasta dæmið. En svo er aðrir sem uppgötva það að þetta er bara miklu flóknara og og kannski versta dæmið er bara, þetta er ekki gerlegt, ég þarf að gefast upp, ég þarf að fara í gjaldþrot. Og það er sem sagt markmiðið, ég ætla að vera með allt í skilum og í áhættunni erum við að skoða leiðir til þess. Sumir þurfa umboðsmann skuldara, sumir þurfa gjaldþrot, sumir þurfa bara skuldbreytingu, endurfjármögnun, allavega. Svo geta sumir verið í einhver svona stöðu eins og við erum búin að vera að lýsa, skulda námslán og eða er ábyrgðarmenn á námslánum eða eitthvað svona og finnst flókið að taka af skarið og velja leiðina. Þetta heitir að skoða leiðir og maður finnur afsakanir í mínuspólnum en maður lítur á þetta sem tækifæri í plúspólnum. Og þetta er sá hluti sem þið þurfa að gera sjálf. Og sem sagt, ég er búinn að útbúa kröfu í gjaldþrotaskipti fyrir fjöldan allan af fólki. Og fólk bara mjög ánægt með að sjá lausnina, vinnur með mér og þá getur krafan er tilbúin. En þá er komið að því að leggja inn í héraðsdóm
þannig hún verði að veruleika og þá gugnar fólk. Sumir koma aldrei að sækja pappírana, aðrir sækja þá og en fara aldrei með þá inn. Og ástæðan er sem sagt þessi, hvað ef Garðar ekki segja rétt? Hvað ef þetta fer illa? Og þá fer maður að tala við fólk í kringum sig og sumir hverjir hafa enga þekkingu eða reynslu, þeir eru með ákveðna skoðun. Orðið á götun er oft það að segja, nei, þetta eltir þig alveg endalaust, þú fær hvergi vinnu, þú fær hvergi lán og þetta fellir ekkert niður og þetta er bara endalok lífsins, ætla sér að fara í gjaldþrot. Og svo hverju á ég þá að trúa? Garðari eða því sem ég er að heyra, og þið bara missið áttir og frjósið, föst í terrornum sem fylgir 5. stiginu. Og þetta er ekki bara gjaldþroti sem er svona. Ég man eftir stelpu sem var bara með eina skuld, dómsektir, og ég sótti niðurfellingu á sektorum, nei, ekki sektorum heldur á sakakostnaðinum. Og hún uppfyldi öll skilyrði, þannig að öllum líkindum hefði hún fengið þetta samþykkt. Ég bjó umsóknina fyrir hana og fylgiskjölin, setti það í umslag, setti frímerki á umslagið og svo afhendi henni þetta bréf og segi þú þarft að setja þetta í póst. Og í dag sendum við þetta reynda með tölvupósti, en svo hitti ég hana einhverjum 1 eða 2 árum seinna og segi, hvernig gekk þetta, fékkstu niðurfellinguna? Ég fór aldrei með bréfið. Og þorði ekki að fá svarið. Af því ef hún fær ekki svarið, þá getur hún ennþá vonað að það verði jákvætt. Þannig að alveg sama hvað þetta er sem þarna er, þá þurfið þið núna sjálf að taka af skarið og prófa. Það er ekkert annað sem hjálpar og mann upp úr 5. þrepinu en að prófa. Og ef ég ger þetta fyrir ykkur, ég get alveg útbúið kröfuna fyrir ykkur, en þið þurfa að taka ákvörðunina sjálf. Ég er í vandræðum, Garðar getur hjálpað mér og svo hjálpa ég ykkur að skuldbreyta þegar komist þetta upp, en þá hafið þið sjálf ekki tekið út þroskan. Svo bila bíllinn, þið lendi aftur í vandræðum og þá þorið ekki að tala við neitt og eitthvað, þið þá alltaf að hringja mig og borga mér fullt af peningum í hver skipti sem eitthvað kemur upp á. Nei, þið þurfum að gera þetta sjálf, ganga í gegnum tilfinningarnar og þar með öðlist þroskan, og þá verður auðvelt fyrir ykkur þegar bíllinn bilar að endursemja, gera nýja áætlun og svo framvegis. Og þess vegna er svo mikilvægt að ég taki síðustu skrefin sjálf. Og ekki það að þið hefum ekki verið að fylla út eyðublöðin og svoleiðis sjálf, en þannig að þér námskeið er að vera búið og þið eigið eftir að taka ykkur skref. Og það sem eina sem ég get gert til þess að hjálpa ykkur til þess að komast áfram upp, það er einhvers konar stuðningur þar sem þið er að heyra í fólki sem hefur gert þetta. Og ekki bara einhverju fólki sem hefur enga þekkingu og er að slá fram út frá einhverjum fordómum. Hvað ef þið hefðuð aðgang að fólki sem hefur raunverulega reynslu, jákvæða reynslu af hinu og þessu. Þá getið þið spurt það fólk og það hjálpar ykkur til þess að breyta tilfinningunum ykkar. Núna eru tilfinningarnar neikvæðar og styðja ekki við hegðunina og þess að þeir eru erfið eða vonlaus.
Þannig við eitthvað þarf að gera svo að tilfinningarnar breytist. Þið fáið á þessu trú og þorið að framkvæma. Og og það er það eina sem ég get boðið upp á núna. Það er sem sagt að eftir einhverja daga þá ætla ég að senda ykkur póst þar sem ég býð ykkur að vera með í hóp. Og hópur af fólki sem er sem sagt í skuldum og vill komast upp í jafnvægið. Og þar sem þið getið sem sagt talað við aðra, spurt þá hvort þeir hafi reynslu af þessu, hvort þetta hafi farið vel, hvort að lífið hafi breyst, hvort lífsgæðin hafi breyst eða hvort að það hafi lent í vandræðum, hvergi fengið vinnu og hvergi fengið lán og svo framvegis. Þannig að til að byrja með þá eru þið bara byrjendur í hópnum, eru kannski bara að fylgjast með umræðum, hvað fólk er að segja, hver inputin eru og svo þeir eru búin að heyra nógu margar reynslusögur, þá kannski farið þið af stað og byrjið að prófa mismunandi leiðir og þá eru þið orðin iðkendur. Og síðan þegar þeir eru farin að ná árangri, þá getur endurgjöfin komið frá ykkur og þá eru þið orðin kennarar. Og svo þegar þroskinn er fullu kominn, þá fer ykkur að leiðast það og þá bara skiptið hóp, farið í hópinn sem er að hjálpa hvort öðru að koma svo jafnvægi og upp í áhættu og svo framvegis. Og þannig að þið séð að tala við fyrirmyndir sem vita hvað þeir eru að segja og eitthvað sem er byggt á raunverulega eða reynslu. Þegar þú ert komin í jafnvægishópinn þá ertu kannski samt að virka sem kennari niður í hópinn sem er í skuldunum og svo framvegis. Svona langar mig til þess að við séum fyrir hvort annað. Og þess vegna mun ég senda ykkur póst eftir einhverja daga þar sem ég býð ykkur í svona hóp. Í þeirri von að í því félist stuðningurinn sem þið þurfa á að halda til þess að komast alla leið. En núna er þessu lokið og námskeiðið búið. Ég þakka ykkur fyrir að hafa sýnt þessu áhuga og setið allt námskeiðið og verið með og en núna þakka ég fyrir mig og þegar þið ítið á takkan hann niður þar sem ég segi að þið séu búið með þetta vídeó, þá fáið þið sent tölvupóst með skírteini að þið hafi lokið námskeiðinu úr skuldum og jafnvægi. Takk fyrir mig og gangi ykkur sem allra best. Verið sæl.